Ágúst, skemmtilegur leikur að baki. Fyrsti leikurinn hérna á meistaravöllum í ár. Hvernig finnst þér leikurinn hafa farið svona eftir á? Þetta var örugglega skemmtilegur leikur til að horfa á eins og oftast þegar við spilum á móti KR. Og við finnst bæði liðið að spila fótbolta. Þeir voru með línuna mjög hátt og ógeðslega mikið pláss á bakvið sem við nýttum okkur en mér fannst við geta nýtt okkur það betur. En 1-1 er niðurstaðan í dag. Einmitt. Og núna alltaf sá ég það að Ásbjörn réði illa við hraðan þinn. Þú fórst oft fram í honum. Var það svona uppleggi fyrir leik að koma boltanum út á vinstri og þú nýtir hraðinn í að skapa eitthvað fyrir blikana? Ekkert uppleggi en þetta er styrkleiki minn, skilur. Ég er fljótur og góðan boltan þannig að það er gott að ég get gefið liðinu eitthvað öðruvísi. Einmitt. Og þú náttúrulega settir eitt glæsilegt mark. Já, takk fyrir það. Og hérna hefði getað skorað fleiri. Já. Varst þarna með eitt gott færi eftir að skora þér. Já. Hvað getur aðeins hérna sagt mér frá því? Ég var bara að klára þetta. Hreinskilið svar. Ég var búinn að kötta inn, Ásbjörn var farinn og ég var bara einn og ég var að setja hann í markið í þessu skoti. Svona er þetta. Svona er þetta, já. Hérna nú náttúrulega var ekkert endilega skemmtilegur leikur, síðasta leikur í meistaradeildinni. Og er kannski gott að vera komin heim og kannski hættir að hugsa þann leik, að hugsa deildina. Já, við erum að spila á 3-4 daga fresti núna, þannig að það er ekkert, við erum ekkert að hugsa einhvern leik sem gerst í fortíðinni, skilur. Við erum bara að hugsa áfram og áfram veginn og þú veist, bara það er geðveikt að spila á 3-4 daga fresti. Einmitt. Þetta er kannski spurning sem get ég endilega svara, en finnst þér líklegt að leikmenn verði hvíldir á móti Poznan, þar sem þið kannski eigi ekki mikinn séns að komast áfram? Þú verður að spyrja Dóra því, ég bara hef ekki hugmynd. Já, einmitt. Þannig að uppleggi væri náttúrulega, sennilega láta ykkur að svona aðra menn spila og þið einbytta ykkur að ykkur sem kannski eigi meiri séns í. Já, það geti vel verið en við sjáum bara hvað Dóri gerir. Akkurat. Herru, þú áttu bara flottan leik og bara til hamingju með það og hérna takk kærlega fyrir viðtalið. Já, takk.